tíma í framtíðinni þegar Ísland lendir í Evrópusambandinu og berst þar til að komast út aftur. Og leið þegar aftur í tíman og þá má ég að segja að það sé stikað á sögunni á öllum öldum í þessari bók sem að skrifuð af mikilli söguþekkingu og sameinað það bæði að vera þessi mikla sagnfræði en líka sérstaklega þegar líður á hana mikil spennusaga og mögnun sem slík og það þykja nú vinsælustu bókmenntir í dag það eru spennusögur. Þetta er ekki allt nýjar bækur sem við erum með hérna. Ég var nú að vonast til að vera jafnvel og verði hérna fram mig á eftir bókin Hjáríki sem mörg kannast við úr baráttunni sem við háðum þegar EES-samningurinn var innleiddur eftir Björn Stefánsson. En við erum með hér bók eftir Ragnar Arnalds sem er nokkur ára gömul og heitir Sjálfstæðileg síðir auðlind og er hér náttúrulega á kjarakaupum. Síðan hér bók að Gilja sem ég var sjálfur að gefa út og hef nú náð að vekja athygli á svo sem við og heitir Farsæll bók en stóðlundi að henni umfjöllun sjálfstæðismálum að síðustu og ekki síst langar með að vekja athygli hér á bók á Jókjefa eftir Ármann Jakobsson fræðimann sem hastar sig hér sem skáldsagnahöfundur, skrifar sögulega skáldsögu ég held ég hvað hérna Langafassinn sem heitir Vonarstræti og fjallar sjálfstæðisbaráttuna í byrjun 20. aldar og kallast mjög á þessi bók við samtíma við þá sjálfstæðisbaráttu sem nú á sér stað og á í rauninni mjög brýnt erindi eins og góðar bókmenntir eiga brýnt erindi við sitt samtíma þó að það fjallir annan. En þá ætla ég að láta þessari jólabókarkynningu lokið fyrir hvaða bækur þið gerir ekki á því jólagjöf. Ég vil taka það fram að náum við að selja eitthvað bókum þetta frammi að þá verður það svona lítilsótt hagnaður líka til okkar og samstöðu. En að þessu mæltu segi ég formlegri dagskrá slitið þér enn og aftur þakka ykkur fyrir mælinguna og Íslandsleysuna.